Já, góðan dag. Ég býð ykkur hjartanlega velkomin hér í þennan bikardrátt í Coca-Cola bikar kvenna og kalla. Með mér í dag Sólrún Þórðardóttir, fulltrúi Coca-Cola, sem aðstoðar okkur við að draga í bikarkeppninni. Það sem kannski frábrugðið þessum bikardrætti en öðrum það að við drögum bæði í 16 liða úrslit og í 8 liða úrslit. Þannig að þegar við drögum í 8 liða úrslitin þá kemur fram viðureign 1 og kannski 3. Þannig að það fer þá eftir því hvernig drátturinn hefur farið í 16 liða úrslitunum. Nú, við byrjum á því að draga í Coca-Cola bikar kvenna, 16 liða úrslitum, en sú umferð verður spiluð 8. og 9. apríl og Fram situr hjá í 16 liða úrslitunum og jafnframt það lið sem að síðast kemur upp úr skálinni. Þannig að þau tvö lið sitja hjá og fara síðan inn í pottinn í 16 liða úrslitunum. Og það sama sem við munum gera í körlunum, þá drögum við líka í 16 liða og 8 liða. En ég held að okkur sé ekkert að vanbúnaði. Við getum bara byrjað og ef ég byrja að taka hér fyrstu kúluna og þetta finnst nú að vera límt. Það að hafa spennuna í útsendingunni. Og fyrsta liðið sem að kemur upp eru Haukar. Og á móti Haukum þú fljótar aðeins í ég. Já, sterkari sko. Heyrðu, á móti Haukum þá IR. Fyrsta viðureign þá Haukar IR. En ég tek sérstaklega fram að neðri deildarlið að þau víxlast, það að segja að þau fá heimaleik og það verður þá IR Haukar í þessu tilviki. Nú, næsta lið sem kemur upp hljóð með þessu. Selfoss og Selfoss mætir FH. Liði FH. Það Selfoss FH og þannig Selfoss á heimaleik. Nú, þriðja viðureignin. Þetta ekki nú betur hjá mér. Það mikið spennandi. Það IBVF. IBVF. Grótta. Mæti liði Gróttu. Og þar gildir reglan að neðri deildarliðið fær heimaleik, þannig að það Grótta IBVF. Þór KA. Fjölnir Fylkir. Þór KA, Fjölnir Fylkir og þetta snýst við, þannig að það Fjölnir Fylkir á móti Þór KA. Nú fækkar liðum í pottinum og næsta viðureign þá HK. Valur. HK Valur og HK á þá heimaleikinn. Þá eru 3 kúlur eftir.
Það Stjarnan. Afturhelding. Stjarnan Afturhelding og það snýst við, þannig að það Afturhelding Stjarnan og þá eitt lið eftir í skálinni og það lið situr hjá ásamt Fram eins og áður hefur komið fram og það lið Víkings. Já, hingað. Og tökum við karla liðin. Nei, fyrir ekki 8 liða kvenna, já. Þetta þá lið Víkings sem fer hér í pottinn. Og við höldum áfram, vilt þú ekki byrja núna? Nei, það ekki. Þannig að núna koma raun og veru bara númer á viðureignunum. Og það Víkingur. Víkingur mætir sigurvegara í viðureign 2. Víkingur mætir sigurvegara í viðureign 2. Viðureign 6. Viðureign 6. Mætir viðureign 4. Og ég tek það fram að þetta kemur allt saman inn á heimasíðu HSÍ hvaða viðureignir þetta voru. Við erum ekki alveg með það í kollinum. Og það viðureign 3. Viðureign 3. Mætir sigurvegara í viðureign 5. Og viðureign 1. Mætir viðureign 1 mætir þá Fram. Allt þetta gengur upp. En ég ítreka að að þið getið séð þessa niðurstöðu inn á vefsíðu HSÍ. En menn kannski einbeita sig kannski bara fyrsta 16 laga úrslitunum. Já, þá við farið inn í 8 laga úrslitin. En þá höfum við lokið drætti hjá konunum og ég ítreka að 16 liða úrslitin eru spiluð 8. og 9. apríl og 8 liða úrslitin eru síðan spiluð 10. og 11. apríl. Ok, þá skiptum við skál og færum okkur yfir í karlana og þar eru við með 16 úrslit karla og þessi umferð spiluð 8. og 9. apríl og vek athygli líka á því að það einn óspilaður leikur í 32 liða, það Haukar Selfoss en hann verður spilaður 3. apríl og þegar við drögum upp úr pottinum að þá kemur fram Haukar Selfoss, þess að sigurvegarinn þeirri viðureign sem mætir þá liðinu sem að dregið verður. Þannig ef ég byrja þá núna og mikið spenna
Við finnum það alveg hingað að það er mikið spenna við að liðina það hvernig þetta er dregið. Og við drögum lið KA. Og hér gilda náttúrulega sömu reglur og áður að neðri deildarlið fá heimaleik. Það er vængir Júpiters. KA vængir Júpiters og þetta snýst við og þannig að það verða vængir Júpiters KA. Og við fáum upp lið Gróttu. Stjarnan. Það er Grótta Stjarnan. Úrvalsdeildar slagur. FH. Einleikafélagið úr Hafnarfirði mætir Haugum eða Selfossi. Haugum eða Selfossi. Stórleikur þar, hvort svo sem það verður Haugur eða Selfoss, en það er þá FH sem á heimaleikinn. Já, þetta dregst svona. Og þá fáum við lið Aftureldingar. Það kemur bros, svipur og þjálfar Aftureldingar. IPVAF. Afturelding IPVAF og ekki fórum við brosið af þjálfaranum. Þetta er allt úrvalsdeildarlið sem að spila. Já. Við fáum lið Kríunar. Það er nú heimaleik. IR. Krían IR. Fram. HK. Fram HK. Og þetta snýst, þannig að þetta verður HK Fram. Við fáum lið Víkings. Og Valur. Víking og Valur. Einhvern tíma voru þetta nú mestu stórveldin í boltanum og við sjáum hvernig þetta fer. Og þá er ein viðureign eftir. Það er Milan sem að mætir Fjölni. Milan Fjölnir. Þá er þetta komið og 16 liða úrslitin klár og þá skiptum við skál og draugum í 8 liða úrslit og það er eins og við segjum fyrr að þar eru viðureignir dregnar og þær birta síðan jafnóðum inn á heimasíðunni og má bjóða þér að byrja að draga. Viðureign 5. Viðureign 5.
mætir Viðureign 6. Viðureign 5 mætir Viðureign 6. Viðureign 2. Viðureign 2. Mætir Viðureign 1. Viðureign 2 mætir Viðureign 1. Og Viðureign 4. Mætir Viðureign 8. Og Viðureign 7. Mætir Viðureign 3. Og þá hefum við dregið í þessu eins og ítreka. Þið getið séð á heimasíðunni hvernig þetta fer í 8. úrslitunum, hvernig viðureignina voru. En við höfum lokið þessu og ég vil bara ítreka það að 16. úrslitir karla fara fram 8. og 9. apríl og 8. úrslitin verða 10. og 11. apríl. Og þá þakka ég þér bara kærlega fyrir. Takk sömuleiðis. Fyrir fulltrúa Coca-Cola og vonum að þetta verði, og ef við vitum þannig að þetta verða spennandi viðureignir hjá báðum kynjum og við þökkum fyrir í dag og leyfum ykkur að njóta dagsins. Takk.